Kæru nemendur, foreldrar og forráðamenn. Nú 11. skólaár grunnskóla Fjallabyggðar að hefjast. Eftir sumarfrí sem vonandi var öllum ljúft og gott. Sumarfrí sem litaðist nokkuð af því ástandi sem ríkir enn í heiminum, COVID-19, sem enn setur okkur þrönga skorður líkt og þau gerði í vor þegar við lukum skóla. Við tökumst á við það að miklu æðruleysi og skipuleggjum okkur eftir því sem veiran hegðar sér. Við munum halda eðlilegt skólahald samkvæmt skóladagatali svo framarlega sem unnt er og gera allt hvað við getum til að tryggja menntun, öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks. Við biðjum því til fólks að koma ekki í skólahúsið nema að brýnni nauðsyn heldur hafa samband rafrænt eða símleiðis. 216 nemendur hefja nú námi við skólann. 115 í yngri deild í Norðurgötu á Siglufirði, þar af eru 25 nýjir nemendur í fyrsta bekk. Og í eldri deild í Tjarnarstíg í Ólafsfirði eru 100 nemendur. Nokkrar breytingar hafa orðið á starfsmannahópnum okkar, nokkrir nýjir hefja störf með okkur og aðrir fara í leyfi. Við höfum fengið Guðrúnu Rögnvaldsdóttur þroskaþjálfa til liðs við stoðteymið okkar. Þær Þuríður Guðbjörnsdóttir og Ásta Lovísa Pálsdóttir koma nýjar inn en þær verða umsjónarkennari í fyrsta bekk. Bjarni Lea Guðmundsdóttir mun kenna dans og fleira hjá okkur. Og María Sölvadóttir leiðbeinandi mun leysa af heimilisfræði og textíl í Tjarnarstíg í vetur og Halldór Guðmundsson leiðbeinandi mun leysa af í vetur í íþróttum á yngra stigi. Við í grunnskóla Fjallabyggðar höldum áfram samstarfi við Tröppu, ráðgjafa og þjónustu og vinnum að því að þróa fjölbreytta kennsluhætti undir formerkinu framúrskarandi skóli. Við viljum á þessu skólaári samþætta kennslu í auknum mæli, auka teymiskennslu og vinna í þemum. Við munum einnig halda áfram að uppfæra þekkingu okkar í upplýsingatækninni, en það var okkur mikill lærdómur síðastliðið vor þegar við tókumst á við COVID-tímann þegar verst lét og stór hluti nemenda var í heimanámi. Við munum sannarlega halda áfram að þróa upplýsingaþekkingu okkar. Við störfum áfram eftir áætlun Olvíðusar gegn einelti og höfum öflugt teymi innan skólan sem heldur utan þá vinnu. Áfram vinnum við með uppeldi til ábyrgðar og munum við á haustdögum sitja námskeið með starfsfólki leikskólans þar sem nýjir starfsmenn fá að kynnast þessari aðferð og við hinn sem þekkjum hana fáum góða upprifjun. En þetta gerist ekki nema með samhentum jákvæðum starfsmannahópi sem leggur sig allan fram að gera hlutina betri með hagsmuni nemenda í forgrunni. Tökum höndum saman nám barna ykkar og höfum umhyggju, sveigjanleika og þrautseigju að leiðarljósi í þeirri samvinnu. Við erum í góðu sambandi, símleiðis eða rafrænt. Að þeim orðum sögðum segi ég skólann settan skólaárið 2020 til 2021.